Petur, til hamingju með nýja starfi. Hvernig kom það til að þú ákvaðst að söðla yfir úr meistaraflokk karla yfir í kvenna? Takk fyrir það. Ég hafa bara haft samband við mig frá Stjörnunni og frá kvennaráðinu og mér var boðið þessi staða og ég ákvað bara að taka hana og mér leist vel á hvað var í gangi og þótt að það hafi ekki gengið vel síðast tímabil þá var leikmannahópurinn flottur og góðir leikmenn og stjórnin flott og ég veit í hvað umhverfi ég er að fara að vinna í og það heillaði mig. Nú sem þú segir kannski gengið ekki nógu gott í efstu deild á síðasta ári en engu að síður að koma upp í fyrsta skipti úr fyrstu deild upp í úrvalsdeild. Hvað telur þú raunhafa væntingar fyrir Stjörnuna á næsta ári? Já, það mjög mikilvægt að setja ekki markið of hátt. Klárlega að gera betur heldur en á síðasta tímabili. Það eru góðir leikmenn í þessu liði, hópurinn er góður og baklandið er gott, svo það er árangur, það er búist við fínum árangri á þessum stelpum og vonandi getum við gert betur heldur en allan á síðasta tímabili. Nú eins og segir, eru þið með fína leikmenn, er með Rögnu Margréti og Margréti Köru og fleiri góða spilara. Hvernig verður leikmannahópurinn? Náðu þið að halda í eitthvað af leikmönnum eða? Það er bara það sem verið að vinna í núna, að halda öllum leikmönnum og skoða síðan erlenda leikmann og bara þetta venjulega ferli sem gengur í gegn á vorin. Já. Og vonandi getum við haldið öllum leikmönnum og kannski vonandi bætt við eitthvað og sjáum svo hvað setur. Þetta er svolítið þessi tími, maður veit minna. Upp í loftinu bara. Já, við erum að reyna að klára ákveðið mál og þjálfaramálin þá komur á hreint og þá getum við að fara að vinna í öðrum hlutum. Já, einmitt. Og maður er bara spenntur í að fara að gera það.